Nú víkur sögunni að einni aðal persónu þessa tímabils. Það Þorvaldi Snorrasyni Vatnsfirðingi. En Þorvaldur Vatnsfirðingur, hann stendur fyrir því að Hrafn Sveinbjarnarson, læknir á Eyri, sem köllum Hrafnseyri í dag, að hann drepinn árið 1211. Og Þorvaldur bakaði sér þannig mikið hatur, náttúrulega svona Hrafns, sem voru nokkrir og voru alltaf kallaðir Hrafnssynir, og síðan var annar hópur manna sem voru kallaðir Jónssynir, sem voru miklir andstæðingar Þorvaldar líka. Það var út af dularfullum kvennamálum þar sem bróðir Þorvaldar kom við sögu. En þessir tveir flokkar, þeir Hrafnssynir og Jónssynir, að þeir reyndu árabil að drepa Þorvald, en gekk það afskaplega illa, þannig að Þorvaldur lifði og komst oft undan á undraverðan hátt. Nú, Þorvaldur átti talsvert af börnum, hann hafði verið giftur áður og átti börn með frillum, en síðan það að Snorri Sturluson gefur honum dóttur sína Þórdísi, sem þá ung innan við 20, og Þorvaldur kominn vel yfir 60, þannig að það 45 ára aldursmunur á þeim. En hvað það? Hún eignast fljótlega son með Þorvaldi, Einar, og síðan hún aftur orðin ófrísk, og þau sem sé á ferðalagi, Þorvaldur og hún, og þau vöruð við að bæði þeir Jónssynir og Hrafnssynir sitji þau, en einhvern veginn að Þorvaldur hann skellir við þessu skollaeyrum. Síðan gerist það 1228 að á Gillastöðum á Barðaströnd að þeir koma þar að þeim og Þorvaldur Vatnsfirðingur brenndur inni. Nú, Þórdísi, henni eiginlega kippt út úr logunum í gegnum lúgu sem á veggnum, þannig að hún bjargast ásamt Einari syni sínum, sem þá mjög lítill, barn að aldri, og hún þá sem sé ófrísk af Kolfinnu dóttur sinni sem hún eignaðist skömmu síðar. En þarna sem sé fallinn Þorvaldur Vatnsfirðingur, og þess ber að geta að þeir Hrafnssynir og Jónssynir að þeir í miklu vinfengi við Sturlu Sighvatsson. En náttúrulega eru þeir Þorvaldssynir og í miklu vinfengi við Snorra Sturluson. Þannig að þarna komin upp enn ein deilan á milli þeirra frænda, Sturlu Sighvatssonar og Snorra Sturlusonar, það að segja afstöðuna til Þorvaldar Vatnsfirðings. Nú, það sem gerist næst í raun og veru það að þeir Þorvaldssynir að þeir kenna eiginlega Sturlu þessa aðför að föður sínum og segja að Sturla hafi verið vitorðsmaður og hann hafi vitað allt þessa árás á föður sinn. Og Snorri reynir að ganga á milli og það reynt að semja þessi mál, en það gengur fremur seint.